Komið sæl, velkomin í þessa loka samantekt frá Íslandsmótarins í skák sem verður í styttra lagi, en við fengum nýjan Íslandsmeistara til hamingju með það, Hilmir Freyr Heimisson, og skulum sjá bara svona mikilvægustu skákinar, bara vinda okkur í það strax og byrjum á Hannes Hlífar Dagur Ragnarsson. Hannes átti nú alveg smá séns, þurfti að treysta á úrslit í öðrum skákum, nema hvað að þeir eiginlega teldi ekki. Eftir CWD5 þá bauð Hannes jafntefli og Dagur tók því náttúrulega með svörtu. Sviðsmyndin sem Hannes þurfti var að Bárður myndi tapa og Vignir ekki vinna. Þá hefði hann komist í aukakeppni og á tímabili var það alveg sviðsmynd. Við vindum okkur kannski skákina hjá Vigni, hann hafði svart á móti Guðmundi og gerir ráð fyrir því að þurfa að vinna. Hann svona teldi svona aðeins glannalega, H5 svolítið svona glannalegur leikur, skulum segja það, og fengum hérna stöðu sem þægilega hvítan og eiginlega klárlega betri reyndar, og hvítur á ýmsa leiki. Hann getur tekið hér, mega sens að taka hér, afsakið slettuna. Það er rökrétt, ég þoli ekki mega sens. Setur upp D6 og hvítur er bara betri beðarstöðu, en B4 var skrítinn leikur að Gumma. Svartur fekk svona aðeins þægilega tafli í kjölfarið, fekk ekki þessa peðaveikingu sem að setur upp D6 hefði veitt honum, og í staðinn er svona bara allt í lagi með svartu peðarstöðuna og kallanir virkir, góð að hróka og svo framvegis. En svo sem ekkert mikið, og þótt að hvítur sem er svona aðeins að lemstra peðarstöðu hérna, þá svona er allt í lagi með stöðuna og það eru hérna fjöldakaup og þetta enda tap 8 ára jafntefli. Við fyrir bara hrætt yfir sögu hérna, press á E4, Gummi valda það og Vignir er svona eitthvað að reyna, menn hérna ekki með H4. Þetta var svona vendipunkturinn í tímaræki. Ég reyndi bara að ná tímamörkunum, þannig að þurfti ekki að flýta sér í Gummi, en lék H4 hérna bragði. Það er alltaf því tapleikur eftir riddari 8, kemur rittarinn á D6 og það vofir yfir að möguleikin á að leika hérna Finnu 5 allt í einu vaknar af því að peðið leppur, og hérna biskupinn á góða reyti. Svartur fær peð á G3 og er orðinn peðið yfir. Kóngurinn á sér góðum stað til að glíma að A-peðið og G-peðið rúlar áfram, og þetta er bara kólunnið, þessi drottningu dreipur svo H4 og þetta er búið spil. Þannig að Vignir gerði sitt, en það duði ekki til. Hilmir Freyr Heimisson hafði hvítt móti Bárði og það kom upp Karakan. Uppskipt afbrigðið og svo sem ekkert mikið að frétta hérna, en svona Bárður teldi bara vel og mögulega einhverja taugar hjá Hilmi, en hann er svona aðeins komið út af sporinu hérna, og eftir riddari A7 er svartur komið mjög þægilegt tafl. Riddari kemur hérna, það er góð pressa á þetta peð, auk þess að svartur á möguleika að gera eitthvað á gilunni. Og erfið staða hjá Hilmi, hann þarf að verjast hennar vel. Riddari kemur á C5, allt í góðu, en þá bara fer svartur yfir á gómsvænginn og bara að tefna þetta mjög vel. Þetta er eða bara að tefna á svartan, sjónrænt og samkvæmt tölvunum. En kannski finnur ekki alveg svona leið í gegn, og hérna er Hilmir svona við það að ná sínu vopnum, ná vörn, þegar Bárður leikur alveg skelfilega sér, kóngur A7, og þetta er alveg átakanlega liðlegur leikur af því að þetta tekur reita riddaranum, og við sjáum eftir að leik C4. Þetta er leikurinn sem að ég reyði úrslitum, þetta tryggir titilinn. Drottningi valdar hérna A3 og riddarinn á enga reiti. Svartur tapar hérna manni. Þetta var vendingin sem að klára á móti fyrir Hilmi, og við fyrir bara hrætt yfir sögu hérna. Hvítur er bara hreinu manni yfir, það verður kaup. Hvíti kóngurinn algjörlega öruggur. Hér er allt valda, það er engin leið til að opna tablið, og eftir nokkra leiki þess að hvítur tók svona bara aðeins til í stöðunni, hrókur þessu skák, Drottnir verður skák, að þá lagði Bárður niður vopnin og Hilmir er Íslandsmeistari 2026. Glæsilega eftir honum og sko til hamingju, fyrsti titill hans og vinnur sér sæti í landsliðinu
árið 2026 í Úsbekistan á Ólympíuleikamótinu. Frábært og hérna sjáum við lokastöðuna. Hilmi fyrir 8 vinningar, ótrúlegur árangur. Tapar bara fyrir Vigni. Nokkra skákir sem hann svona, já, auðvitað þarf heppni í svona móti og einhverju hefði getað í jafntefli kannski. Björn átti þráskák, Björn Hólmátt á jafntefli og í þessari fyrir var Bárður með góða stöðu en þetta bara staðan að menn taka sína sensa og 8-9 er bara frábært. Vigni með 7,5 getur eiginlega ekki verið sagtur. 7,5 dugir yfirleitt, tapar ekki skák þrjú í jafntefli, bara dugði ekki til þessu sinni. Svo slettum generational run hjá Hilmi, bara frábært. Hannes með 6,5 í 3. seti, aðri minna. En já, við látum þessu loki hérna frá, já, okkar svona samantekt frá Íslandsmótinu í skák 2006. Gaman að vera með ykkur. Takk fyrir mig. Bara fór á einhverja mestu kyrstu sem að ég hef séð í einhver tíma allavega hér. Það er ekki annað en það Hilmi Freyr. Ég var virkilega góð. Þetta er ekki búið sko. Já, það er faraldgripur. Þessi var á náttborðinu mínu. Það blóm líka. Ég er komin í tókir sko. Það er gott fyrir konfirmation. Það er hann þessu. Já, þetta er alltaf. Þú setur þetta í hendina sko. Á höfuðið á hann. Þú ert svona og heldur undir hér. Það er bara skákmaður. Sko,